Komið sæl og velkomin í að norðan. Síðasta ár, 2021, var viðburðaríkt hérna eins og annar staðar og við gerðum 95 innslög allan landshlutann. Í þessum þætti ætlum við aðeins að stikla á stóru og rifja upp skemmtileg viðtöl. Við ætlum að byrja á skemmtilegu viðtali og rúndi með Ásthildi, bæjarstjóra Akureyrar. Heyrðu, þá beygjum við hérna til hægri og það þýðir að þú ert að fara með okkur á bryggjurnar. Já, það þarf að fara bryggjurúnd. Það er alltaf farin bryggjurúndur. Ég held við í sama hvaða bæ maður fer bryggjurúnd. Hvers vegna er það? Það er bara athuga með atvinnulífið. Og ég fer eiginlega bryggjurúnd, ég held bara nánast hverjum einasta degi. Og ég fer bæði niður á Stóru bryggju og hingað niður í bót. Mér finnst alveg rosalega gaman að koma hingað niður í bót því að það er svo mikið í gangi hérna. Og þú veist, hérna eru svona litlu fyrirtækin, sjá hvað er í gangi og smábátarnir náttúrulega og bryggjunar. Ég var einu sinni hafnarstjóri og mér fannst það eiginlega miklu virðulegra starfsheiti heldur en bæjarstjóri. Þannig að þetta er svona, mér finnst þetta skemmtilegur staður. Skulum keyra hérna og leggja aðeins og sjá þá smábátahöfnina almennilega. Já, skulum gera það. Ásthildur, hérna er atvinnulíf en hérna er líka í raun og veru kyrrð. Já, þetta er yndislegur staður. Það er ofsalega gaman að koma hérna í bótina og skoða bátana og heyra í fuglunum og aðeins að fylgjast með, sjá hvað er að gerast hérna hjá fyrirtækjunum. Og svona sem stelpa á sjávarplássi þá er þetta staðurinn í mínum huga að það er að koma niður á bryggju. Og svo sjáum við hérna yfir í slippinn. Já, svo sjáum við yfir slippinn. Sjáum hvað er að gerast. Mér sýnist vera togur frá síldavinnslunni í þurrkunni. Þannig að maður þarf að fylgjast með. Já, hversu vel þekkjurðu vélarhljóð til dæmis? Já, ég þekki vélarhljóð. Ég heyri muninn á John Deere og Cummins. Ég get alveg greint það. Já, alltaf gaman að rúnda. En það er líka fróðlegt að heimsækja menntastofnanir okkar hérna fyrir norðan og það er búinn að vera mikill uppgangur í verknámi í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Kíkjum á það. Það er kominn föstudagur og verknámshúsi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki, já og heimavistinn að fyllast af helgarnemum í smíðum og rafviðin. Nýbúið að útskrifa 24 með fullgilt sveinspróf í smíðum og langur listi af nýjum nemum sem vilja komast að. Iðnnámið er nefnilega að sækja í sig veðrið, enda eftirspurnin miklu meiri en framboðið og góð laun í boði. Það var náttúrulega ákveðin sprenging bara hjá okkur í haust. Eins og við vitum þá gerðist nú ýmislegt með COVID, meira atvinnuleysi. Framhaldsskólarnir voru beðnir að bregðast við því og reyna að hleypa fleiri nemendum inn í skólana. Og við fórum bara eins langt og við gátum. Bættum við nærri 100 nemendum. Aðsóknin var langmest í verknáminu hjá okkur. Sem þýddi að við fórum í að fjölga hérna nemendum mjög mikið í verknáminu og í rauninni eins langt og við gátum komist með við húsnæði. Við vorum reyndar komin ansi langt á stað í þessari vegferð með fullorðna nemendur. Við erum búin að vera með helgarnámi í trésmiðjunni. Sem við vorum að klára 3 hópa núna áramótin, allar helgar í trénadeildinni hjá okkur, búið að vera síðustu 2,5 ár. Sérðu fram á að Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki verði bara útungunarstöð fyrir iðnmenntun? Ég bara vona það. Við höldum áfram á þessari braut. Okkur sýnist nú að ekki veiti af og við sjáum það að þetta fólk fer bara beint í vinnu og þetta er að skila þjóðfélaginu bara gífurlegum ávinningi. Já, og talandi að unga út, þá erum við öll sammála því hérna fyrir norðan eins og annars staðar að í vetrarsnjónum þá má ekki gleyma smáfuglunum. Kalli heimsótti hjónin Katrínu og Jón í Vættagili en þau taka umhyggjuna fyrir smáfuglunum jafnvel ennþá lengra en við flest hinn. Fuglaáhugi hefur fylgt Jóni alla tíð og núna yfir háveturinn eru það smáfuglarnir sem fá alla athyglina, hvort sem er að ræða fóðrun, talningar, merkingar og fleira gagnlegt og Jón segir að það geti vissulega verið kunst að gefa smáfuglunum. Þetta eru margar tegundir og þeir éta ekki allir það sama. Það er mismunandi, sumir éta korn, aðrir ávexti og sumir fuglar eru skordýrætur, nánast alfarið.
og svo þetta allt í bland og ef þú ert óheppinn og hendir út einhverju rusli bara, óvöldu, þá koma mávarnir og heyrðu það, ókurmi. En ef maður setur of mikið, maður þá kannski að fóðra mýsnar, jafnvel? Já, það er mjög auðvelt að ef þú ert að fóðra niður á jörðina og eist bara einhverju korni fram á aftur á skaflana, svo snjóar yfir, þú eist meiru og svo lánar nú einhvern tímann og þá fer að taka eftir því að þú fer að sjá músaspor í kring og þeim fjölgar. Mýsnar eru mjög fundvísar á svona æti og menn sanka mjög gjarnan að þessi músum. Og svo ef þér tekst hann á fuglánum líka, þá er næsta víst að þú nær köttunum með. En hérna í kringum heimilið ykkar í Vættargilinu, þetta nú töluverð vísindi greinilega hérna á bakvið þetta allt saman hjá ykkur og bara hugsun. Já, við erum búin að dunda við þetta fuglafstur okkar frá því 1986 að veruleg leyti og höfum náttúrulega verið að merkja og gefa og skoða og telja og hvaðina og við erum alltaf með fugla einhverstar í nágrenni við okkur og á öxlinni nánast. Hvað ég þarf að hafa helst í huga þegar verið að fóðra fuglana? Það hvaða fugla viltu fóðra og viltu fóðra á alla. Ef þú ert að hugsa auðnutýlinga og snjótýlinga sem eru algengastir í görðum, allavega hér á Akureyri og reyndar mjög víða, sérstaklega það sem eitthvað trjávöxt og svona, þar eru auðnutýlingarnir og þá er það korn og menn hafa verið með mismunandi fóður í gegnum tíðina og núna í tísku að gefa sólblómafræ af hít með að segja. Fyrir svona 6-7 árum þá voru þetta sólblómafræ með hýði og þeim líkaði vel. Núna lítar ekki við svoleiðis og við erum búin að venja á þessi afhýttu sólblómafræ og það er víða land. Já, við höldum okkur í vetrargírnum ennþá. Það er mikil hefð fyrir dorgveiði á Mývatni á þessum tíma árs. En hvernig ætli það sé gert? Jæja, Helgi, þá erum við komin út á vatnið. Vatnið er hérna undir. Það er hérna undir. Hvað er þessi ísþykkur? Ég veit það ekki, svona 40 cm, 50. Svo þynnist hann hérna með landinu og sér að það eru konar svona smá hólur hérna. En það vil líka fiskurinn vera, þess vegna viljum við fara í ferska vatni. Er þetta ekkert hættulegt? Nei, alls ekki. Herru, við byrjum á að finna réttan stað. Það er aðalatriði þessum kúltúr að kunna svona fara rétta staði eftir hvernig aðstæðanir eru. Og ég ætla að fara með ykkur hérna á stað sem er svona þekktur í sögulegu samhengi á dorgarveiðinni. Hvernig fisk getur maður veit? Það eru bæði bleikja og urriði í vatninu. Ég myndi giska á að við höfum vonað bara hvoru tveggja hérna. Og þetta eru svona frá því að vera litlir silungar, 1-2 pund og upp í að vera alveg 10 punda fiskar. Vá, það er nú þokkalega stórt. Alveg silungar sem koma hérna inn á milli. En við sjáum hérna hóluna, þetta er kölluð geilin. Við förum svona í áttina að henni og ég prófa svona aðeins hvað ísinn er, hann þynnist eftir því sem við komum nær. Svo stoppum við einhverja metra frá, gerum okkur smá hólu og hérna skoðum. Það sé ekki bara best að þú fyrir á undan þá. Jú, gríftu úr skófluna, ég skal gera götin. En þetta er náttúrulega fyrir okkur sem unnum stuffið að fara hérna út á ís, þá er þetta ekkert máli, maður skilur það vel að fólki finnst þetta aðeins óþægilegt, sko. En hérna... Ekkert hættulega óþægilegt, en ég hef ekki séð mitt fara hérna niður, við skulum ekki byrja það í dag. Nei, það verður allavega gott að eiga það samt á mynd, sko. Fyrsta skipti sem eitthvað dettur hérna niður. Það sem er sérstætt veiðiskap er að sjaldna sem þú getur séð fiskinn taka beituna. Og hérna auðvitað gerum við hólu, það er frekar grunnt. Bara einhverjir 2 metrar, þannig að við rennum færinu niður og við sjáum, vatnið er alveg tært, þannig að við rennum því niður og við getum séð þegar fiskurinn keyrir á vagnið og svo þetta bara fer allt á stað. Það er svona veiði hliðin á þessu. Já. Hitt er svo þetta bara, þegar þú horfir í kringu þig að vera bara út í náttúrunni á stórkostlegum degi og þú heyrir ekki neinu, það er ekkert að gerast, þetta er bara rólegheit, setjast niður og slaka þess á, oft fara menn í einhverjum félagsskap og eiga bara góðan dag, sko. Ekkert jóganámskeið eða núvitundarbók, sko, bara slappa í náttúrunni. Já. Já, sem betur fer fór svo að hlýna og með hækkandi sól
þá færist oft líf í tuskurnar. Ég fór í mjög eftirminnilega og skemmtilega ferð út í Hrísey með honum Tjörva tökumanni og þar framtíðin greinilega björt. Ég tala oft sko, að það sé svona aldursblinda einhver í gangi hérna sko. það eins og bara síðasta sumar voru krakkarnir rosalega mikið úti og þá voru kannski okkar 5-6 ára dóttir að fara og spurja eftir einhverjum 14 ára í næsta húsi bara ertu til að koma út í leiki í kvöld sko. Bara svona, já. Blessu fara að spurja eftir hún bara. Og það mér fyndið sko að krakkarnir í dag að gera mér svipa bara eins og hún lýsa, þú veist, það var einhver sem sagði ekki bara senda snapp á alla, bara nei, við löppum bara og spurjum hvort að þetta koma út í leiki, þú veist, það var ekkert eitthvað verið að nota einhverja nútíma tækni við það að draga mannskapin út sko, það er miklu auðvitað að senda nei í síma sko, segir ekkert nei, þú ert mættur og dýraþerapí sko, þannig að. Júlía Mist ein af þeim sem nýlega flutt heim í Hrísey aftur eftir að búa fjarri heimahögunum skeið. Hún kom heim með fjölskyldu og vinnur í leikskólanum. Í dag eru krakkarnir að baka skinkuhorn með kaffinu. Þið eru að baka? Já, skinkuhorn, bara svona aðeins að breyta til á föstudegi. Já, hafa krakkarnir gaman að því að baka? Já, mjög svo. Þau hafa það. Og hvernig gengur? Eru þið búin að ná þessu þokkalega? Já, ég myndi alveg segja það. Þau eru bara mjög flink og maður sér líka vel hverjir hafa áhuga á þessu. Svo náttúrulega rúsinan í pylsuendanum þegar fá að skinkuhorn með kaffinu, eða ekki? Jú, nónhræsing, þá skinkuhorn og mjólk. Það svona smá tilbreyting bara frá því sem við erum með venjulega. Hvað eru margir krakkar á leikskólanum? Þau eru 7. Börn á aldrinum 18 mánaða til 5 ára. Núna í nóvember þá opnaði leikskólinn aftur en hann hafði verið lokaður vegna þess að það var einfaldlega ekki börn á leikskólanum. En svo komu 5 umsóknir og þá var þörf á að opna leikskólann aftur og svo bættist 2 við og við eigum svo vona á því að 1 bætist við núna með sumrinu. Þannig að það er bara spennandi. Já, líf í tuskunum. Já, það er gaman að hafa líf og fjör í kringu sig, þannig að það er mjög ákvæmt. Já, líf og fjör í Hrísey. Það einmitt mjög sæt sundlaug, lítil og kósí og við náttúrulega montum okkur skamlaust af sundlaugunum okkar hérna fyrir norðan eins og flestir íslendingar gera. Í næsta myndbroti ætlum við að sjá þegar hún Snæfríður heimsótti sundlaugina á Grenivík en hún hefur fengið ansi góð andlitslyftingu síðustu ár. Fyrir nokkrum árum síðan þá fóruð þið í aðra viðamikla breytingu hérna við sundlaugina. Þá var þessi glerveggur hérna fyrir aftan okkur settur og það breytti náttúrulega mjög miklu hérna í sundlauginni. Já, það náttúrulega breytti bara öllu og svona hóf þessa sundlaug í svona, hvað köllum við það, svona útsýnis sundlaugar samanborið við það að sjá ekkert nema timburvegginn í kring að það náttúrulega bara breytir öllu og að nú getur við setið í pottinum og hort á Kaldbakkinn yfir Grenivíkina upp á Blámannshatt, út Eyjafjörð, svo í Guð almáttugur hérna á næstu lóð. Þannig að það bara, eins og ég sagði við því áðan að menn eru klaufar ef maður getur ekki látið sér líða sæmilega í pottinum finnst mér og í þessari aðstöðu. Þannig að glerveggurinn skiptir öllu, það er bara þannig. Má ekki segja að útsýni hérna úr Grenivíkurlauginni sé bara eitt af fallegasta á landinu? Já, ekki bara svara sem júi og segja já, að það er bara þannig. Hvernig sérðu sumarið fyrir þér? Ég sé það fyrir mér ef að veðrið verður eitthvað skaplegt að þá verður bara heilmikil mæting hér hjá okkur og svo sem hluti af stemmingunni sem menn held ég upplifi hérna í lauginni það er svo sem líka það að það er ekki alltaf stappað af fólki. Menn koma hérna og já eins og ég segi, jafnvel aðeins í rólegheit og maður svo sem kann að meta það líka þó auðvitað maður vilji fá sem flesta, þá er þetta svona, já. Og nú skiptir náttúrulega engu máli hvernig veðrið er þegar þið eru konið með þennan stóra sjóðheita pott. Nei, segðu, nákvæmlega. Þannig að það eru bara allir velkomnir, allir góðir velkomnir. Já, góður hann Hermann í Grenivíkurlaug. Hvað sagði hann? Menn eru klaufar eða geta ekki látið sér líða sómasamlega í pottinum. Það eru orð í tíma töluð. En áfram gakk. Nú fer að líða hausti hjá okkur í þessum þætti en það eru margir sem að bíða bara með óþreyju eftir haustinu allt árið til þess að geta slafrað í sig girnileg bláber.
Þið eru að tína í dag hérna í Múlanum hjá Ólafsfirði. Hvernig gengur? Bara mjög vel, bara alveg fullt af berjum og óvenju gott finnst mér svona með við. Við erum komið hérna álega og bara mjög fínt finnst mér núna. Sérstaklega bláberinn, nóg af þeim. Eru þið mikið berjafólk? Já, hann aðalega. Þetta er partur af daglegu fæði í honum allt árið. Já, mér finnst bara nauðsynlegt að fara í berinn á hverju ári og svo bara söfnum við slatta berjum og hérna hreinsum og fristum bara og maður er alltaf út á abimjólkina og skýrið. Rosalega fín næring beint í æð. Mér dugir sko rjómi og skyr á haustin. Það er líka við daglegt brauð hjá mér að fara í fristinu og ná í ber. Góð næring og bara mér finnst rosalega gaman að fara í berjum og bara fín heilun í þessu og bara mjög svona einhvern veginn, maður tengist náttúrunni vel. Og þú lætur ekkert stoppa þig, þú ert bara mættur þetta í berjamóðu bara á þessu rosalega trillitæki. Já, ég notast í hjólastól dagstæðlega og ég þarf að nota mér græjur í að koma svona út í móan og tek hérna slóðina bara upp og svo aðeins út í þúfurnar og svo bara beygir maður sér niður með græjurnar eða handtínir. Bara æðislega gaman. En hvernig hefur gengið að finna einmitt góð berjalönd sem henta þessum búnaði? Maður lítið í kringu sig sko, rúnda og svo sé maður svona færa auga fyrir þessu hvar maður kemst. Svona samstæðar á ári alltaf? Já, við erum búin að koma til með hingað í álega núna í nokkur ár sko, það er svona gamall slóði hérna upp sem maður bara röltir upp á stólnum og svo hef ég reyndað líka farið á fjórhjólunum út í Flateyjardal heilmikið, svona þar alveg inn í enda og er svona þar með mitt spott sem ég bara þekki orðið. Þar skríður maður bara hjólinu og tínir í þúfunum, bara gaman. Já, talandi að njóta þess sem að jörðin gefur. Bændurnir okkar hérna fyrir norðan eru virkilega gestrisnir og ég fór í mjög skemmtilegar 2 heimsóknir á bóndabæi þegar að skammdegið tók að færast yfir. Við ætlum að byrja á Svertingsstöðum í Eyjafjarðarsveit. Þetta er hann Boris. Boris, já. Virðulegt. Hann er undan Putin og svo er hérna undan honum þessi hér, hann er undan Boris og hann heitir Clinton. Já. Og ég reyna að hafa hver að fætur öðru. Ég reyna að hafa hérna dálítið svona þema í þessu og dætur til dæmis Boris eru Katajak og Tatser og Þetta er í svona oft svona línum, það er tekið hljóðfæralínur og fuglalínur og svona, þú veist, sem er undan sko. Svo var hann nú að hneykslast á elstu dóttur okkar sem skýrði gimbrununa sína Regelsen, sem sagt hún átti 2 ær sem hétur Regína og Elsa og hún skeytti þessi saman í Regelsen og frú fyrir framann og hann var ekki hrifinn af því. Ég sagði að það var nú ekki allt frábært, ekki öll nöfnin verið frábær sem hann hafði fundið, en það heita allar skepnur hérna. Já, allar ær, allar kýr, allt. En þið eruð mitt líka aðalega kúabændur, er það ekki rétt hjá mér? Jú, við erum svona fyrst og fremst kúabændur, við erum með einhverja 65 kýr. Kindurnar eru meira svona til þess að hafa eitthvað að gera á haustin. Já, einmitt. Já, við erum með 1 mjaltarþjón og þetta er svona fjöldin sem passar fyrir hann. Við erum með fjós sem að nýtt sem er náttúrulega ekki nýtt lengur, fjós sem að byggt hérna í hruninu, tekið í notkun í janúar 2008. Frábært. Já, en það er samt bara, gengur bara mjög vel og kúabúskapurinn, það er líka löng saga, ræktunarsaga hérna með kýrnar og við tökum við mjög góðu búi af tengdafóreldrum mínum, foreldrum hans, sem hafa stundað hér góða ræktun og þannig að við erum svo sem bara reynum að halda því áfram og það er mjólka mjög vel hérna. Þannig að maður verður að vera ánægð með það sem maður gerir. Starfið þið eitthvað annað fyrir utan búskap? Nei, ég er kjötiðnaðarmaður og en hætti í því bara til þess að geta verið bara í búskapnum sko. Ég er lærður frjótæknis og hef svona aðeins gripið í það bara til þess að bjarga þeim ef við þurfum að komast í frí og svona. Já, svoleiðis. En annars erum við bara, enda þetta er fullt starf alveg að vera hér. Ansið mikið og fjölbreyttan búskap. Við erum að tala um kýr, við erum að tala um kindur, geitur og svo er það náttúrulega með nokkra hunda. Og er eitthvað fleiri? Nokkur hross. Við rækst á hænur. Já, hænur. Og ég fæ ekki svín. Nei, ekki ennþá allavega. Viljið taka umræðina hérna? Nei, ég veit ekki hvort hann var að reyna því mig langaði geitur sko. Svo var hann alltaf nú að jákvæða að við skildum endilega fá okkur geitur. Ég veit ekki hvort það sé til þess að vefa upp á móti hún langi í svínin sko.
en sjáum til sko. Og svo náttúrulega 2 kettir og 1 kanína og páfagaukar og þannig að það ýmislegt til hérna. Já, hvað mörg börn? 4. Okay. Spurning hvort að forsætisráðherrann okkar ætli ekki að heimsækja nöfnu sína á Svertingsstöðum á nýju ári. En það var liðið að fengitíma þegar ég fór í Miðfjörð á Bergstaði og það var virkilega fróðlegt þar sem bændurnir þar höfðu að segja fengitíman og getnað kinda. Það fer svona nóvembermánuður í það að tína þetta inn. Þetta komið inn svona í endaðan nóvember allt féð og þá hefst svona undirbúningur að fengitíma sem að hefst svona viku 10 daga af desember. Já. Það svolítið vinna við að flokka sem sagt undir hvert hrút. Þetta svolítið pælingar. Já, þetta er ekki bara að tekið hrúturinn bara úr stíunni og hendi í næstu króg sko, þannig að það þarf að pæla þetta svolítið. Já. Konan er góð í því. Já. Þetta má ekki vera skilt, það verður að passa það, að fá ekki með pappa sínum með bróður sínum og svona, þetta er aðeins að pæla í þetta. Já, er löng svona ræktunarsaga hérna? Þetta er náttúrulega bærinn sem þú ólst upp á. Já, það er náttúrulega alltaf að reyna að bæta og bæta, alltaf, við verðum náttúrulega að nota sæðinga mikið og svona. Er það þá hér sem að það fer fram, það partí eða? Já, við fáum sæði sent bara með rútunni. Já? Já, bara í hérna... Fáum bara strá. Við fáum bara svona, þetta kallar strá sem eru bara í kaffibrúsa. Bara við sérstaklega kælingu. Ok. Og svo náttúrulega bara finnum við að morgni eða kvöldinu áður hverjar eru að blæsma. Og svo eru þær sætar. Býtu fyrir ekki, blæsma? Já, eða beiða. Blæsma þá eru þær að ganga. Þú ert að segja alls konar orð sem ég skil ekki. Fyrir ekki. Þá vilja þær fara að fá rút. En það fá bara eitthvað strá í staðinn? Já, fá strá. Vá. Og það er svolítið glatað. En er ekki sumar konur sem eru í þessu? Jú, ég hugsa það. Það er reyndar örugglega mjög praktískt, sko. Ekki að dæma. Það verður að klippa þetta svolítið til, heldur. Þetta er ógeðslega fyndið. En sko, já, þetta er enda bara mjög áhugavert. Þetta er eitthvað sem fólk veit ekkert hvernig lömbin verða til, sko, endilega. En það er náttúrulega eðlilegast að það séu hrútar bara en kynbótastarfið byggist svolítið á þessu að fá svona nýtt blóð inn í stofninn með því að fá sem sagt sæði frá þessum hrútum sem er á þessum sæðingastöðvum sem sagt á Vesturlandi og svo er sæðingastöð á Suðurlandi líka. Já, ok. Sæðingarstöðvar. Eru það þá svona bara fyrirtæki sem eru með hrúta og bara framleiða sæði? Já, þeir fá hérna hrúta héðan og þaðan að landinu á þeim svæðum sem að mega láta hrúta út af sauðfjárveiki, vörnum og riðu og svoleiðis. Og þar er þeim safnað saman á þessar stöðvar og svo eru þeir pumpaðir bara. Þeir eru bara pumpaðir? Já. Er bara fólk í vinnu við það? Já. Það er bara svoleiðis. Við erum að heimsækja svona stað. Já. Ok, en skemmtilegt. Ok, það er gaman að þessu. Ég er hans að ná mér, bara að roðna bara. Heyrðu, Já, við bíðum spennt eftir heimboði á sæðingarstöðvar. En árinu lauk hérna fyrir norðan eins og flestum öðrum stöðum með jólastúsi. Ég kom inn á jólasmiðju hjá Kvenfélagi Þistilfjarðar hér á Svalbarði og hér er verið að föndra jólakrans. Hildur, hvað ertu að gera? Þetta er svona veggjakrans eða hurðakrans eftir hvernig maður vill hafa það og við erum raunin að gera okkur grunninn hérna. Bara svona til að einfalda lífið þá setjum við þetta í svona fóðurstamp sem er búið að saga raufar í þannig að þá fær maður svona gott hringlaga form og getur svo auðveldlega þá komið vírnum hér í gegn til þess að binda hann saman sem að gera það þá auðveldara að vefja hann svo en halda hringlaga formi. Þetta er snilld. Hafið þið oft verið að gera þetta á föndurkvöldum eða jólakvöldum? Nei, það er alveg bara hvað okkur dettur í hug hvert árið, sko.
Þannig að þetta var bara raunin í ár. Sennilega lítið gert í fyrra, en hvað hafið þið svona verið að finna upp á að gera? Við erum náttúrulega, auðvitað náttúrulega svona, í grunninn reynum við að hittast alltaf bara á handavinnu kvöldum, nokkrum sinnum yfir vetratíman og þá ýmist hvort við erum hér eða heima hjá einhverju og þá nú yfirleitt hver og einn bara svona með sín verkefni og sína og deila en einstaka sinnum þá fær maður einhverja hugmynd eða einhver okkar fær hugmynd og og þá búum við okkur til námskeið. Stundum fáum við einhvern til að kenna okkur eitthvað en stundum erum við bara að leiðbeina hvor annarri. Það Og það staðan núna, þið eru að leiðbeina hvor annarri? Já. Það hefur greinilega ekki verið skortur á fallegu jólaskrauti í Þistilfirði þetta árið. En nú verður þessi þáttur ekki lengri en okkur langar að þakka fyrir áhorfið árið 2021 og okkur hlakkar mikið til þess að halda áfram að færa ykkur norrlenska stemningu beint í sófann á nýju ári. Mér langar að minna á að þessi brot sem við erum að horfa á úr þáttum og allir hinir þættirnir eru aðgengilegir inn á heimasíðun okkar n4.is og á N4 safninu hjá Sjónvarpi Símans, þannig að þið getið hort bara endalaust á N4. En nú ekkert meira að segja nema bara takk fyrir áhorfið og gleðilegt nýtt ár!